Takk fyrir kærlega Laug og takk ykkur innilega fyrir að bjóða mér hérna. Og ég ætla að segja frá að ég hagsmunatengsla, ég stuðningsmaður Íþróttafélagsins Þórs. Ég lít ekki svo á þessi hagsmunaárekstra. Þvert á móti og ég stúdent frá MA, var 40 ára stúdent í fyrra og kona mín frá Akureyri, þannig ég minnst kosti hálfur Akureyri. Ég ætla ekki venjulegur aðkomumaður, svo þið vitið það. En ég ætla að segja frá vinnuhóp sem var skipaður á heilbrigðisráðherra 2018 í fyrra. Það þessi föngulegi hópur. Ég veit sér hvað það vantar eins og það. Vantar Emil, já. En frá Háskólanum á Akureyri var Árún Sigurðardóttir sem hérna í salnum og títtnefnd Laufey og Alexander Smárason. Svo erum við nokkra þarna sunnan líka. Einar Björnsson, Ólafur Baldursson og Emil. Þannig að það voru minnst helmingurinn af landinu frá Akureyri, þannig að það var jafnt skipt. En svo voru nokkra þarna frá heilbrigðisráðherra Helga Ágústsdóttir sem stýrði hópnum og Iðunn Garðarsdóttir aðstofamaður ráðherra. Og við fengum mjög fínt ráðherrabréf þar sem voru skipuð þennan virðulega hóp og það kom ekki fram mikið í bréfinu hvað við ættum að gera eða hvað staði til, en það stóð mjög skýrt að við fengjum ekki krónu borgað fyrir það. Síðan voru haldið 17 fundir, 3 tíma langir og erfiðir, en okkur tókst að berja saman skjal sem ég ætla að segja ykkur frá. Og það var kannski ekki að samfara ykkur þetta mikilvæg af þessi dag og þessu mikla áhuga og andfylgsmið hérna á Akureyri, það stórkostlega að fylgjast með þessu. Nú, við teljum að vísindarannsóknir á heilbrigði stuðla framförum og náttúrulega mikilvægt til þess að tryggja það að sjúklingar fái gagnreynda meðferð. Og við viljum náttúrulega bera okkur geta borið okkur saman við okkar nánustu nágranna eins og Norðurlöndin og annað. Við teljum að vísindarannsóknir sé eina grunnstofmenntunar og við viljum líka skapa eftirsóknarvert starfsumhverfi fyrir þá sem fara erlendis og koma aftur. Og við teljum að við höfum ýmist þetta að koma með á Íslandi og þetta sé undirstaða nýsköpunar hjá okkur og líftækni og sjálfbærni og öllu mögulegu. Nú, stefna heilbrigðisráðherra og okkar náttúrulega þetta að við viljum fá skýra sýn á stefnuna. Það hefur yfirleitt vantað hjá okkur Íslendingum. Við höfum ekki haft mikla stefnu. Við erum góð eins og það var einhver að segja frá fólinsýru átökum í hvað var það hjá ófrískum konum. Við erum góðir í svona átökum svo fjara þetta niður og við höldum ekki dampi. Við erum bara þannig. En það er ágætt að fá tækifæri til þess að það er búið að standa til í mörg ár. Það með fara að velta því fyrst í það er fullt af mikilvægum málefnum í þjóðfélaginu sem engin stefna. Það var eins og einhver sagði til hans í húsnæðismálum, það er engin stefna. Það er en við teljum okkur vera ágætlega vel menntað fólk og þetta var bara mjög gott tækifæri. Gott þessa fundi og það var einn iPhone sem tengdi okkur við Akureyri. Fyrsta fundi. Og takmarkið með þessari vinnu var að þróa rannsóknarumhverfi, byggja upp aðstöðu og efla innviði. Það er þetta sem vantar líka mjög mikið, ekki bara á Akureyri, heldur bara á Landspítalanum og alls staðar. Og menn eru svolítið svona með þetta í bókhaldi á hnjánum og það vantar þetta skipulag, þetta innviði sem mann þurfum. Nú, við komumst að þessi frækilegi hópur að stefnan er sem sagt að auka gæði vísindastarfs. Ég held að allir geti verið sammála um það og einnig auka afköst. Og svo komum við að því hvernig við mælum þetta, hvort að sé leið til þess að mæla þetta í framtíðinni. Nú við viljum hafa aukin áhuga og þáttöku í vísindastarfi, betri aðstöðu innviði og til dæmis bara sem dæmi þessa innviði, sem að tala svona í dæmum líka. Og það sé til einhver aðstæða þar sem að
sjúklingar sem til dæmis taka þátt í rannsóknum, hvort sem það eru lyfjarannsóknir eða ýmiss konar rannsóknir. Og það sé hægt að vísa þeim á einhvern stað þar sem tekið á móti þeim, þeir fá upplýsingar, þeir fara inn í ákveðið ferli, þeir eru teknar blóðprufur, spurningalistar af professional, vel menntuðu fólki og það sé hægt að halda utan um þetta. Það erfitt, stundum fær þessi hópur peninga einhvern ár og annar hópur fær peninga á næsta ári. Það betra að sameina kraftana. Samvinna og sameining náttúrulega skiptir með miklu máli. Svo náttúrulega jafnræðið og það virðist vera sem, og það augljóst eftir þess að vinna heilbrigðisstofnanir og háskóla þegar ekki sama aðgang að tímaritum og gagnasöfnum, það var fáránlegt sem að litlu landi og allir saman með þetta. Og auðvitað aukin þverfagleg samvinna, allar vísindarannsóknir nú á dögum það krefjast samvinna. Maður sá það, góð dæmi um það í morgun, það eru alls konar tengingar við hina og þessa út í heimi sem hafa samhælt áhugamál. Þegar maður fer að rannsaka einhvern hlut þá verður það oft svolítið þröngt svið, það liggur í hluti, það liggur í hlutarins eðli og þá eru kannski bara einhverja nokkrir hópar út í heimi sem hafa sama áhugamál. Og það er óskaplega gaman að geta fundið eitthvað sem að getur talað um þetta við. Konan er þreytt á heyra. En einhver sem að skýra mann alveg fullkomlega. En hvernig getum við mælt þetta? Það er náttúrulega kannski erfitt að mæla gæði, en það sem við höfum, það er sem sagt fjöldi tilvitnana. Einhver lesi þessa greina sem maður er að skrifa, maður er stundum steinhissa á því, einhver gerir það. En þetta er einn mælikvarði sem er auðveldur að tiltölulega í þessum rafræna heimi, það er að telja greinana. Og það er alltaf að kritisera þetta sé ekki jafnt og svona, en það er hægt að í þessu með tímaritin, það er hægt að bera saman impact-faktor eða hversu mikið er vitnað í þetta tímarit og þeim fleiri sem vitnað í tíma, þeim hærri impact-faktor sem það heitir, áhrifastöðull í hvað orðið er. Og þannig að þetta fylgjast með gæðum og maður vill náttúrulega komast í tímarit sem hefur hátt impact sem eru bestu tíma. Nú, við erum náttúrulega Íslendingar þó við séum nú gallagripið og höfum við okkar rætur hérna og við viljum vera hérna áfram. Og margir leita hingað heim aftur. Ég var til 20 ári í útlöndum og ákvað að sækja stöðu og kynntist konu frá Akureyri. Jæja. Auðvitað er þetta sem við vorum að tala um, það er þetta að meta hvernig aðgangurinn er. Þetta hefur til dæmis verið kritiserað innan heilbrigðisvísindasviðs háskólans að það er ekki sami aðgangur í hvaða deild, þú ert í lyfjafræði, hjúkrunarfræði, sálfræði. Auðvitað allir hafa jafnan aðgang að þessu. Og þetta er náttúrulega alltaf meira og meira mikilvægt með upplýsinga og bókasafnsþjónustu. Ertu ekki sammála því? Nú, þetta er náttúrulega líka spurning um fjármagn að sjálfsögðu. Það er ekki auðvelt en þeim er meira sem að kemur sér í samband við alþjóðlega hópa og svoleiðis. Þá á maður möguleika að vera með í mann, ég hafa verið að tala um einhvern 90 milljóna styrk á Evrópusambandinu í morgun sem að einhver aðili hérna á Akureyri var með ekki satt. Og við viljum hafa sem sagt þetta hefur verið svolítið erfitt með hennan rannís, gjána með það er mjög óskaplega lítið veitt í þann. Þetta er pottur fyrir alls konar vísindi, verkfræði, guðfræði, ég veit ekki guðfræði, en allavega heimspeki og sögu og allt mögulegt, náttúrufræði. Við viljum hafa sérstakann samkeppnissjóð sem er bara á sviði heilbrigðisvísinda. Og auðvitað getum við mælt það með árangur sem sagt. Þá er þetta að bera saman ár eftir ár hvað við náum árangri að fá erlenda styrki sem hluti af hóp. Oftast er það þannig er þróunin, menn eru saman í hóp.
Og við erum búin að segja þetta með heilbrigðisvísindabókasöfnin og við viljum fjölga doktorsnemum, það eru alltaf að gera það saman og ég held að ég var svolítið hissa á því ég sá í Morgunblaðinu einhvern tímann fyrir þessu, það var fyrsti doktorsneminn við Háskólanum á Akureyri sem var að rannsaka hérna, ekki á vegum heilbrigðisvísinda, einhvers konar félagsfræði þar sem hann var að kanna hvers vegna konur kæmu síður tilbaka til minni byggðarlaga. Já, það er það. Já, og þetta fannst mér og alla spurningar, ég las viðtal þessi konu sem bjó á Þórshöfn og þetta var mjög forvitilegt og skemmtilegt því ég svona utan á landi líka og ég var mikið áhuga á þessu en ég var svolítið hissa að skildi ekki hafa verið fyrr og með þessum öflugu fólki sem hafa talað í morgun þá er það ekki spurning það væri að doktorsnema henni framtíð og fjöldið sem var útskrifa þetta er nefnilega það vilja raunir allir verja svona doktorsiðgerð en það er kannski ekki allir tilbúin að fórna því sem að þarf, það er að segja fjölskyldu og vinum og áhugamálum. En sem betur fyrir einhverju sem vilja. Og við viljum náttúrulega tryggja jafna möguleika heilbrigðisstarfsfólks til að stunda vísindarannsóknir og að búsettu fjármagn í kyni eða kynþætti, að sjálfsögðu. Svo er þetta sem að við þurfum að koma áleiðis til yfirvalda á hérna þegar það er svona hátíðisdagar þá tala manni mikilvægi vísinda og rannsókna en við teljum að þessi umsóknarferli og þetta sem er í kringum þetta að það bromsi og torveldi stundum okkur lífið maður hérna ber höfðið við steinin og kvartar og verður brjálaður yfir þessu seinagangi og þessu þvælu og rugli í þessum lögfræðingum í vísindasenum og hérna þetta þarf að taka á sko því þetta er ekki gott að sé á að hjálpa þeim sem vilja stunda vísindi, sem vilja eyða frítíma sínum og öllu því og ekki að bremsa það af með einhverjum fáránlegum reglugerðum. Og auðvitað er mikilvægt að vísindafólk komi inn í einhverju leyti hafi áhrif á starfsemina, það er að gera svo margt ef með einföldum skipulagsbreytingum, til dæmis á bráðamóttökum, örva starfsfólki til þess að fá sjúklinga inn í rannsóknir, þetta er vannýtt alls þar á Íslandi og styðja vísindamenn til þess að afla styrkja, það er það sem það er núna til þess að vegum Háskólans, það var Inga Þórsdóttir sem er forseti, hún hefur gert mikið í því að fá þarna inn fólk sem getur hjálpa fólki að við styrkina og eins að sjá peningana sem koma inn og þessi innviði skipta gríðarlega miklu máli. Jú, þetta hvetja til alþjóðlegra vísindavinnu, það er alltaf mikilvægt. Og þessi upplýsinga og þekkingarmiðlun, þetta náttúrulega held ég að við getum bent á að þetta sé sjálfgefið að hvar sem er stundar þessa vinnu, þessi jafn aðgangur. Og það sé líka í þessu litla landi eigum við að geta haft upplýsingar hvað fólk er að gera, það getur stuðlað saman. Og líka þetta þarf að kynna þetta fyrir almenningi, ég meina almenningur á rétt á því, þetta eru skattpeningar sem fara í þetta, þeir geta séð hvað fólk er að gera, hvað er að birta, þá gefur hann með launungamál og menn eiga að vera stoltir af því. Nú aðgerðir fjármagn verði aukið, þannig að ákveðið lágmarkshlutfall opinberra fjárveitinga verði aukið, þessi peningar rannsóknum á heilbrigðissviði. Og ég veit ekki, það er auðvelt að koma þessar tölur, en svo er spurningin hvernig fer með lánuna og allt saman það. Og ferðamennina. Það verði lágmarkið 6% af heildarfjármagni sem fer til þessara stofnana verði í Íslandi með stighækkandi prósentu hlutfalli 2030, hvað eru við gömul þá? Alexander, hvað? En allavega 2022 og þetta er búið að samþykkja þetta. Ég veit ekki hvort að Bjarni Ben hefur séð þetta. Við viljum hafa
þetta miðstöð heilbrigðisvísinda og ég veit að Árún vildi ekki hafa þetta á vegum Háskóla Íslands og hún fekk sem vilja í gegn, hún svolítið þrjósk. Tók ég eftir. Og byrjum við. Og einan að og þetta sem sagt samráðsvettvangur sem kallar mætti miðstöð heilbrigðisvísinda með þátttöku Landspítala, Sjúkrahúss á Akureyri, Heilsugæslu höfuðborgarsins, Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og Reykjavík. Og það verður þá sem sagt formaður sem stjórnar þessu og svo verður fulltrúar viðkomandi stofnana. Og þetta viljum við. Og síðan verður stofnaður samkeppnissjóður sem getur styrkt stærri verkefni. Og þessi miðstöð hafi umsjón með þessum sjóð og þetta verður allt í gegn sætt og lýðræðislegt. Og svo á síðustu þá var ég svona með á persónulegum nótum, þetta var ekki tekið fyrir á fundinum. Og það er það að það sem skiptir máli við svona klínískar rannsóknir að það ná árangri og ég veit að margir hafa mikinn áhuga á þessum rannsóknum og ég hef mikla passjónu fyrir þessum klínísku rannsóknum og það er mikilvægt að sjá og hitta sjúklinga þess að fá hugmynd. Og spurningar sem sjúklingar spyrja, það er oft gríðarlega mikilvægt, getur leitt til af sér tilgátu. Og auðvitað verður að leita og finna efnilega áhugasama nemendur. Það er náttúrulega, við getum ekki gert allt sjálf. Ég sá að Laufey er komið alveg með bara með langa lista nefnum sko. Þeir koma bara út úr öllum göngum hérna. Og ég ætla að segja það, að segja að maður hefur ekki tíma til þess að gera þetta, þetta er mikið að gera í klíníku. Það er maður hefur alltaf tíma til þess að maður vill gera. Ef maður eitthvað sem maður nennir að gera, þá har maður ekki tíma til þess. Og þetta verður líka að vera áhugamál. Enginn sem hefur árangur vinnur þetta bara 9-5, enginn. Og að síðustu ekki spila golf. Það tekur tíma. Takk fyrir.